Hæ, ég heiti Marino og ég ætla að segja ykkur frá reglu Rolls. Þannig að ég ætla bara, byrjum bara á að setja hana fram. Ég er búinn að skrifa þetta niður, þannig að ég ætla bara að lesa þetta upp fyrir ykkur. Gerum ráð fyrir að fall F sé samfellt á bili A til B, þetta er lokað og takmarkað bil, og diffranlegt á tilsvarandi opnu bili A til B. Og gerum líka ráð fyrir að F af A sé jafnt og F af B. Þá segir regla Rolls okkur að þá sé til C á opna bilinu A til B, þannig að F merkt af C jafnt á 0, sem sagt að diffurkvóti fallsins í C sé 0. Ok, hvað er þessi regla sem þetta segja okkur? Ok, við munum það að diffurkvóti er hallatala, í rauninni hallatala snertils í punktinum C, snertil við F í C hefur hallatöluna 0. Og ef við skoðum aðeins það sem við erum að gefa okkur, við erum sem sagt í rauninni að segja það að við erum að gefa okkur það að fallið sé samfellt, þannig að það sé diffranlegt, því að ef fallið er diffranlegt þá er það samfellt, en ekki öfugt, það gildir ekki öll samfellt föll að það séu diffranleg. Þetta er sem sagt á lokuðu bili A til B, endapunktandi með, hérna erum við ekki með endapunktana því að það er erfitt að fylla það með endapunktana og engin ástæða til þess að gefa sér það. Og svo gerum við líka ráð fyrir að F af A sé jafnt og F af B. Ok, skoðum hérna á mynd hvað þetta þýðir fyrir okkur. Setjum hérna yfirstjórn á sinn, bara ósköp venjulegt hnitakerfi. Það er smá svona skakt. Við ætlum að gera 2 hnitakerfi, því að það er hægt að skoða svona 2 dæmi með þessa reglu. Já, í rauninni er hægt að skoða óendanlega mikið að dæmum, en við ætlum bara að skoða 2. Ok, segjum að A sé hérna. Það er hérna niðri. Og hérna á x-ásnum, og B sé hérna. Þá er F af A bara hér, og gerum hérna, og F af B hérna. Síðan ætlum við að skoða það ef að þetta fall F er bara bein lína, sem sagt F af x jafnt og K, og þá er K hérna. Ok, ef við myndum prófa að diffra þetta hérna fasta fall F af x jafnt og K, þá myndum við fá hallatöluna 0, af því að þetta er bein lína og hún hefur bara hallatöluna 0, hún breytist ekki neitt. Til dæmis, ef við veljum C hérna, segjum að C sé þá hér, við sjáum það að það hallatala snertils við þessa línu er bara línan sjálf sem hefur einmitt hallatölu 0, sem þetta gildir líka ef C er hérna. Hérna er þetta 0, hérna líka, og hér, og allstaðar á þessari línu er hallatala snertils 0. En ef við skoðum örlítið flóknara dæmi, en samt mjög einfalt dæmi, setjum A og B á svipaða staði, hendum síðan F af A hérna upp á og F af B á sama stað á y-lósnum, þá er þetta hérna A og B. Látum þetta síðan vera línu sem er ekki bein, heldur bara fall sem hefur bara einhverjar kúrfur hérna. Þá sem sagt segir reglan okkur að einhver staðar á þessari línu sé diffurkvótin 0, sé hallatala snertils 0. Ef við skoðum þetta, eins og hallatala snertils í þessum hérna punkti, hún er ekki 0, þessi lína myndi fara hérna niður og vera með hallatölu mínus eitthvað. En eins og hérna, þar sem að það skiptir halla hérna, alveg efst, settum snertil hérna við F í þessum hérna punkti, sem við ætlum bara að kalla C, þá sjáum við að þessi snertil væri fastafall, hefði hallatöluna 0. Sá má segja hér, en já, það er þetta sem reglan er að segja okkur, að ef við erum með fall sem er samfellt, eins og þetta hérna fall, þessi hérna 2 föll, þau eru bæði samfellt, og þau eru diffranleg, bæði diffranleg föll hérna, og F af A er jafnt og F af B hérna,
að þá sé til C á þessu bili hérna frá A til B, þannig að diffurkvóti falsins í C sé 0. Diffurkvóti falsins í C, beinlína, halltala 0, beinlína, halltala 0, diffurkvótin er þá 0. Ok, þá bara ætlum við að demba okkur í að sanna þetta, og það fer best á því að skipta sönnunina á þessari reglu í 2 hluta. Ok, þannig að við gerum fyrst ráð fyrir að f sé fasti, það þetta hérna graf, þetta þá merkjum þetta 1 og þetta 2, við ætlum að skipta þessi í 2 hluta. Og já, við gerum ráð fyrir þessi fastafall, sem sagt f af x í f og k, bara alveg eins og hér, f af x í f og k. Þá skoðum við að f merkt af c er jafnt á 0, alveg sama hvaða c við veljum, eins og ég var að minnast á. C 0, það skiptir engu hvar við setjum c á þessa línu, þetta er alltaf 0. Á þessu hérna bili, þá er þetta alltaf 0. Síðan náttúrulega vitum við ekkert hvað verður þetta falla á hinum megin, það er f af x í f og k á þessu bili, en það gæti þess að verið eitthvað allt öðru sig hérna og eitthvað bil, við vitum ekkert það. En á þessu hérna bili, þá gildir þetta. Ok, þetta er einfaldur hlutin, síðan er örlítið flóknari en samt einfaldur hluti hérna númer 2. Skoðum það eins betur. Ok, þá gerum við ráð fyrir að f sé ekki fastafall, svona eins og hér. Þetta er augljóslega ekki fastafall, því að, já, bara nokkuð augljóst. Ok, nú er f samfellt á lokuðu og takmörkuðu bili, a til b, eins og við gáum okkur hérna í reglunni. Og þá, af því það er samfellt á lokuðu og takmörkuðu bili a til b, þá tekur það bæði stærsta og minnsta gildi á bilinu, samkvæmt reglu stærsta og minnsta gildi, sem er sérst regla sem er sönnuð fyrr í bókinni en hljóðar sem sagt þannig að ef f er samfellt fall á lokuðu og takmörkuðu bili i, þá tekur f bæði stærsta og minnsta gildi á i. Og í þessu tilfelli er i a til b. Og það sem þetta er þá að segja okkur er að þetta hafi stærsta og minnsta gildi einhvers staðar á þessu bili. Eins og við sjáum, það einhvers staðar hérna er þetta hæst og einhvers staðar hérna er þetta lægst. Þannig að reglan stendur. Svo segjum við hérna, þessi gildi geta ekki bæði verið í endapunktum bilsins af því að f af a er jafnt á f af b, þannig að þá væri fallið fasti því að stærsta og minnsta gildi þess væri sama talan. Sérst, ef við segjum að þetta stærsta og minnsta gildi væri á sama stað, þá væri við komið með fastafall og við erum búin að gera ráð fyrir hérna, að f sé ekki fasti, þannig að ef þetta væri á sama staðnum, þá væri við komið með fastafall sem er á móti þessar hérna forsendur sem við gáum okkur. Já, og þá segjum við, fallið hefur því annarkvort stærsta eða minnsta gildi í C, einhvers staðar hérna, sem er á opna bilinu a til b, sem þýðir að f af c er útgildi, svo að samkvæmt reglu útgildi er f merkt af c jafnt á 0, þannig að diffurkvótin er 0 einhvers staðar í þessum c-um hérna. Skoðum hérna, við minnumst á reglu útgildi og hún segir hérna ef fall f er differanlegt á bili i og hefur útgildi í x0 á i, þá er f merkt af x0 jafnt og 0. Svo það sem er verið að segja ykkur hérna er að ef fall hefur útgildi í punkti, þá sé hérna diffurkvóti fallsins í punktinum 0. Eins og við sjáum hér er hágildi og hér er lággildi. Sem eru útgildi náttúrulega og þess vegna samkvæmt reglunni er diffurkvótin 0 í þessum punktum. Þannig að nú erum við búin að sanna þetta fyrir þessi tilfelli hérna, bæði tilfellin og í rauninni öll tilfelli. Þannig að reglan bara stendur og það er líka mjög skemmtilegt sem er þetta að skoða með reglu Rolls í hérna í lifanda lífi bara að það er mjög einfalt dæmi. Þetta er jörð, þetta er sem sagt gólf, svona þú veist svo þegar það var hérna maður, hann er glaður, þú veist það eru rólur, þú veist það eru rólur hérna, svona lítill kofi. Ok, það er svona lítið hús og svona girðing kannski og hérna þar fyrir utan er hann á fína fjölskyldubílnum sínum
einhver fínasti fjölskyldubíll bara hérna með gluggum og hurðum og alls konar. Ok, en náttúrulega á allir þessari mynd þá vantar ennþá sólina, þannig að við hendum bara í smá ský og smá svona ský hérna líka. En já, eins og við vitum öll þá hérna fer sólin hérna upp, hún svona rís og síðan fer hún aftur niður. En já, eins og flestir vita þá kölluðu hann hérna punkt eitthvað hádegi. Það er ekki klukkan 12 yfirleitt, það getur nú samt gerst, það er nú skemmtilegt. En það, og já, hér, sem sagt á hádegi, það er sem sagt punkturinn þar sem sólin er hæst, sem er sem sagt hæsti punkturinn, sem er sem sagt hágildispunktur sólarinnar í rauninni. Og þar hefur hallatala snertils við feril sólar, hallatöluna, nei, þar hefur hérna lína, ja, þar hefur snertill við feril sólarinnar hallatöluna 0. Það er hér, þar sem að sólin er akkurat hádegið. Þar er hallatalan 0. Ég meina, ég ætla að leyfa mér að gera ráð fyrir því að ferill sólarinnar sé samfellt fall. Allavega flesta dag, ég held hverfi voðalega sjaldan ef eitthvað tímann. Ég held að gerist bara aldrei. Nema náttúrulega á endanum sko. Það var svona spurning hvort sólin sjálf myndi hverfa eða bara svona gasið sem er í kringum hana eða eitthvað. Já, þú veist, ok. Allavega núna, í dag, 2015, þá er hérna sólin og hún fer upp, hún rís og hádegi og hérna rollgamli mættur með sína hallatölu 0, hérna diffurkódinn 0, og hérna er A og hérna er B, hérna og C. Þannig að þetta er til dæmis skemmtilegt dæmi hvernig hún nýtist í alvörunni. Svo við segjum að þessi maður sem er að labba upp fjall, og mjög diffranlegt fjall samt, hérna diffranlegt fjall, að hérna það sem að hérna A og B og F af A er eftir og F af B og hérna, veist eins og þú sér, hérna eru 0 metrar á sjávarmáli, 0 metrar og þú veist 500 metrar. Hann sem sagt labbar upp þetta fjall rosalega beint, rosalega jafnt. Þetta er líka rosalega jafnt fjall, það er rosalega mikið eins hérna hinum megin. Þetta er samhverft fjall. Og hann labbar hérna upp. Og akkurat hérna á topnum, hvað gerir þér? Í þessum diffranlega punkti. Þar er hallatalan eins og þú myndi gíska samkvæmt reglu Rolls 0. Þannig að F merkt af C er játt og 0. Hér er C. Finnst ykkur þetta ekki merkilegt? Það eru alls konar dæmi sem er hægt að taka með þetta. Þannig að meðalgildisreglan er praktískari í svona dæmi, og það er hægt að taka betri dæmi með hana og svona skemmtilegri, en þetta gengur hins vegar alveg líka. En þetta er líka svolítið bara eins og að teikna hérna graf á hnitakerfi og teikna síðan einhvern kall og rólur og hús á hnitakerfi sitt. Þetta er í rauninni bara nákvæmlega sama og gera hnitakerfi og gera einhvern boga, kalla A og B og segja þessi hérna, en ég teiknaði bara sól og eitthvað skemmtilegt að inná, bara svona upp á fjölbreytnina. Já, þetta var þess að svona smá túrtúr, bara upp á gamanið, upp á stemminguna.